Þetta er verkefnið sem að ég lætu teikna í AutoCAD. Þau gera það á tækniskólaskíinu og síðan aðstoða ég í gegnum Teams. Þetta hérna. Já. Svo þarf ég að delete þessu og setja eitthvað annað í þetta litla stöð. Já, það er hornið hérna hinum veginn. Litla sem fyrir þarna. Þetta þarna, já. Já, svo þarf ég að rétta þetta til. Ég er búinn að gleyma hvernig ég gerði það. Sko, þannig að til dæmis tökum þetta hérna, eða tökum þetta bara. Nei, ekki, já, getur tekið bæði. Við notum hérna rotate. Punkti hérna neðan. Síðan annað forrit nota til þess að ná í skrána þeirra og það sett þar inn. Og síðan þarf að staðsetja þetta á réttan stað. Þess að tónna á að vera bara á 0 punktinum í X og Y. Og síðan farið inn og valin tönnin sem á að nota til þess að fræsa út. Síðan öll þau stykki sem eiga að fræsa með þessari stillingu á fræsitönninni valin og það reiknað út. Síðan skoðaði maður þetta, hvort þetta sé rétt fræst út og þannig kemur þetta eins og þetta á að vera. Síðan er fræsitönnin valin fyrir þau 2 göt sem eru þarna á hnífnum, sem verður 1 litur, sem gefið nafn. Og þetta er fræstað innanvörðu og litlu tappandi koma þarna inn í þessi litlu göt. Og síðan er þetta seifa sem skrá sem að fræsarinn kemur til með að skilja. Og nú er komið að því að setja fræsarinn í gang og fara að fræsa þetta. Að byrja hérna að fræsa, að stilla hann svona, þannig að viti hvað 0-punkturinn er og byrja á því að fræsa það sem að vera tekið úr, svo verður litlu smá stykkin að þau klústast inn í þetta. Þannig er hann búinn að fræsa þetta. Og eins gott að vita hvaða nefnandi á hvert stykki. Nefndanafnið er skrifað þarna í hornið. Og í forritinu stendur líka hver að þetta eru 4 smástykkin í 4 myndir. Og síðan er þetta fræst út fyrir hvern nefnda fyrir sig. Og það sama þarna kemur það fram í forritinu hvaða nefnandi á hvern hluta. Síðan afhendi ég þetta með þessum hætti. Í neðri hægra horninu, þar eru öll smástykkin teipuð föst
og svo er þarna sandpapír og nýfsblað sem við getum notað til þess að hreinsa kantana. Þá erum við að fara að púsla þessu saman. Og síðan þegar þau eru búin að þessu heima fyrir, að þá senda þau mér mynd af þessu. Og sum þeirra hafa aðstöðu til þess að líma þetta líka.